Góðan daginn og verið velkomin. Good morning. Happy Sabbath. Það æðislegt veður úti, sólskín. Þetta ekki mikið á Íslandi. Svo við ætlum að njóta þess aftur. Byrjum á því að syngja sálminn númer 335, Dvel hjá mér Guð, 335. Já, við þurfum að syngja þennan sálm oftar. Dvel hjá mér Guð, hér dimma tekur oft. Og við þurfum að treysta á Guð, ekki spurning. Næst skulum við syngja annan sálm, númer 343. Herra, ég vil þjóna þér, 343. Og hugsum textan.
Þessi sálmur segir okkur, Herra, ég vil þjóna þér og mér langar að þjóna Kristi. Ég vona að ég geri það. Betur einhvern daginn. Samúel ætlar að lesa fyrir mig ritningavers. Er það ekki úr Fyrstu Mósebók? Gjörðu svo vel, Samúel. Fyrstu Mósebók, 7. kafla og 13 til 14. Já, ok, við erum með. Og við erum rísa úr sætum. En þú skalt gera þér örk af góðferviði, háðu vistarverurnar í örkinni og bikaðu hana utan og innan. Þannig skaltu smíða hana, lengd arkinar sé 300 álnir, breidd hennar 50 álnir og hæð hennar 30 álnir. Settu þekju á örkina, háðu alin milli hennar og hliða arkinar. Þú skalt setja dyrnar á hlið hennar og hafa 3 þilför neðst í miðju og efst. Þeir sem treysta sér til mega krjúpa til bæna. Kæri Faðir á himnum, já, elsku hjartans Faðir, ég bið þig að vera með okkur í dag. Leiða okkur gegnum lífið og hjálpa okkur að læra að þjóna þér af húsu og öllu. Viltu vera með þeim sem eru ekki hjá okkur í dag, veikir eða sorgmætir, eiga erfitt eða eru í fríum? Viltu líka vera með þeim sem eru skráðir í bænabókinu okkar? Blessa og leiðbeina alla þá, veiku og sjúku. Við þörfnumst þín í dag og ég bið að blessa samkomuna og þá sem eru hér með hlutverk eða líka þá sem eru að hlusta, taka þátt á einhvern hátt. Takk fyrir okkur og vertu með okkur í dag í Jesú nafni. Amen. Og næst skulum við halda áfram og nú skulum við syngja salmi númer 343. Ég elska þig, Jesús. Elska þig,
er komið að því að taka upp gjafir. Og ég held að það renni í safnaðarsjóð í dag. Kæri Faðir, vilt þú blessa þessar gjafir og margfalda þær og það starf sem hér til dýrðar, eins og í haust þegar Lúi Torfis kemur, að við megum nota þessa peninga til að uppörfa og koma boðskapinu þínum áfram. Blessaðu okkur og starfi hér í Jesú og líka þá sem gáfu. Já, við biðjum og þökkum í Jesú nafni. Amen. Mér sagt, já, krakkar, viljið þið koma hérna upp? Viljið þið syngja með mér? Mér vantar svo nokkra hendur til að syngja með mér. Eigum við syngja að Jesús elskar hvað? Er það ekki? Elskar stóra smá. Eigum við syngja saman? Þá hefur komið að barnasögunni. Góðan daginn, krakkar. Góðan daginn. Góðan daginn, það svo erfitt. En má ég heyra aðeins með svona meira svona gleði? Góðan daginn, krakkar. Ok, aðeins betra. Heyrðu, ég ætla að segja ykkur eina sögu í dag, en áður en ég ætla að byrja, mig langar að spyrja, hefur einhver af ykkur gæludýr? Ég veit Salome og Sara, ég má ekki hafa gæludýr. Hvað segirðu? Átti gæludýr? Hvers konar? Fugl. Talaði hann einhvern tímann við þig? Hann kann að tala? Já, ok, gott. Ég átti einu sinni hamstur. Hann talaði aldrei við mig. Aldrei. Svo átti ég 2 kissur og þær bara mjálmuðu en talaði aldrei heldur við mig. Þó ég reyndi mörgum sinnum. En í þessari sögu, dýr sem ég ætla að tala ætla að tala í alvöru.
Því þessi saga tekin úr Biblíunni og allar sögur í Biblíunni eru sannar sögur, það ekki? Og gerðist í alvöru, ekki ævintýrasögur. Ok, skulum byrja. Konungur Balak var hræddur við Ísraels hliðin og sendir eftir Bileam. Hann bað hann að koma og bölva þeim. Svo sem sagt, Ísraels hliðin var svo stórt að konungur Balak, hann var bara hræddur að kannski Ísraels menn mun bara færa hann í burtu og vera yfir. Svo, sem sagt, Balak hann bað að Bileam myndi koma til hans og bölva. Svo Bileam lagði af stað í ferðina á asnanum sínum. Og allt gekk vel, það var bara skýrt og sólin var að skína. Og svo allt í einu, Guð sendi engill sem stóð á veginum sem viðvörun. En Bileam, hann sá engillinn ekki, bara asnin sá engillinn. En asnin sá engillinn og fór út af veginum í akur og Bileam var reiður og sló asnan. Greið asni. Og síðan þrýsti asnin sér að vegg til að forðast engillinn og Bileam, hann meiddi sig í fótinn. Hann bara, það er svo vont. Og svo að lokum settist bara asni niður og neitaði að fara áfram. Og Bileam varð enn reiðari og var að slá asnan. Og svo þá lét Guð asnan að tala. Og svo allt í einu asnin spurði, hvers vegna þú að koma svona fram við mig? Hef ég ekki alltaf borið þig örugglega? Hvað finnst ykkur, hvernig leið honum Bileam? Allt í einu asni byrjaði að tala. What? Og þá Guð opnaði augu Bileams og loksins sá Bileam líka engillinn. En engillinn sagði að asnin hefði bjargað lífi hans. Af því hann Bileam, hann átti að bölva Ísraels menn. En engillinn, hann vildi ekki að hann myndi fara sem sagt og gera það. Af því Ísraels menn voru þjóð Guðs. Og svo Bileam held áfram ferðinni og hitti loksins konung Balak. En í stað þess að bölva Ísrael, sagði hann aðeins það sem Guð lét hann að segja. Og það voru bara blessarnir. Ekki svolítið skrítin saga? Ég væri nú rosa bara hrædd, held ég, ef gæludýrin mín myndi allt í einu byrja að tala við mig. Það væri nú ekki kannski svona eitthvað skemmtilegt að heyra nema, en það getur gerst að því Guð, hann notar mömmur og kennarar og jafnvel dýrin til að segja eitthvað við okkur ef við erum kannski stundum eins og asnar og viljum ekki hlusta. Svo við erum tilbúin alltaf að heyra hans rödd. Ok, takk fyrir að hlusta. Já, það var bara Adrian, gjör svo vel. Oh, I think I have to turn this on. Good morning. And happy Sabbath. How are you today? Hvernig hafið þið það í dag? Good. Did you have a good week?
It was good. Nice weather. Last couple of days now. Gott veður undanfarna daga allavega. Well, we just heard a very incredible story. Við vorum að hlusta á ótrúlega sögu. Not just in the sense, you know, the Bible is full of amazing, incredible stories. Biblían full af alveg ótrúlegum sögum. But there are some stories that they are incredible not because of how amazing they are, Og það ekki ótrúlegar út í að það svo flottar, but also because they are hard to believe, en það líka út í að það svo erfitt að trúa þeim. isn't it? Það ekki? Have you sometimes read or do you know of any stories in the Bible that are actually difficult to believe? Hafið stundum lesið sögur í Biblíun sem erfitt að trúa? Well, today we heard one. Í dag heyrðum við eina sögu. I have certainly never heard an animal talk. Well, yes, a parrot. They repeat. Ég hef aldrei heyrt eitt dýr tala nema þá páfagauka sem að endurtaka. They repeat, but I've never been able to hold a conversation with an animal. En ég hef aldrei náð að halda upp í samræðum við dýr. So it's difficult to believe. Það erfitt að trúa. Now today we are going to talk about two passages in the Bible Í dag ætlum við að tala tvo staði í Biblíunni that are these kind of passages that are like, could it be true? sem að maður spyr stundum sjálfan sig, gæti þetta verið satt? As we read, we are going to talk about the Noah's Ark. Eins og lesið var áðan, þá munum við tala örkinn hans Nóa. Is anybody here that has never heard about the story of Noah? Einhver hér inni sem hefur aldrei heyrt söguna Nóa? We all more or less have an idea of the story of Noah. Við höfum öll einhverja hugmynd söguna Nóa. The Bible tells us that Noah was a faithful man of God. Við vitum að Nói var trúfastur maður sem var trúfastur Guði. That he was righteous. Hann var réttlátur. And in his generation. Af hans kynslóð. But the world, the humanity was just not walking and listening to God. En mannkynið var ekkert að hlusta á Guð eða fara eftir því sem hann vildi. Have you heard the story? Do you know the story? Hafið þið heyrt þessa sögu? Þekkið þið þessa sögu? Yes. And now we will read now Nú ætlum við að a lesa little bit saman more of the story. aðeins meira úr sögunni. But let me and help me to pray before we continue. Og við skulum biðja saman áður en ég held áfram. I will ask God for his help and guidance. Ég ætla að biðja Guð að leiða mig og hjálpa mér. And please you pray also for me. Og ég vil biðja ykkur að biðja fyrir mér. Amen. Amen. Okay, dear Heavenly Father, Kæri Faðir á himnum, thank you very much for this Sabbath day. ég þakka þér fyrir þennan hvíldardag. And I thank you, Father, once again for the opportunity you give me to stand up here and share with your people and your church. Ég þakka þér fyrir tækifæri sem þú gefur mér til að vera hér og deila orðið þínu með öðrum. I ask you, Father, please to be with me, Ég bið þig, Faðir, að vera hér með mér to guide me, og leiða mig. to organize my thoughts and my words, Viltu hjálpa mér að skipuleggja hugsanir mínar og orð. and whatever comes through my mouth will make sense in their minds and the hearts of the people. Og að það sem ég segi sé skiljanlegt fyrir öðru fólki. And I ask you because I know that you would want people to learn a little bit more about you and understand you. Og ég bið þig vegna þess að ég vil að aðrir skilji og viti meira þig. I pray and I ask you everything in the name of your Son, Jesus Christ. Ég Amen. bið í Jesú nafni. Amen. Amen. So,
In verse 14 of Genesis 6, Við förum í 13 of Genesis 6, fyrstu Mósebók, 7. kapla og 13. vers. God says that he has determined to make an end to all flesh because of sin on the earth. Og þar Guð búinn að taka ákvörðun að endir alls holds komin. Because the earth has been filled with violence, Því að jörðin var orðin full af glæpaverkum and he will put an end by destroying it. og hann vill afmá þá af jörðinni. And in 14 says, make yourself an ark of gopher wood, make room in the ark and cover it inside and out with pitch. Og í 14. versi segir, gjör þú þér örk af góferviði, smáhýsi skalt þú gjöra í örkinni og bræða hana byggi utan og innan. This is how you are to make it. The length of the ark, 300 cubits, its breadth 50 cubits, and its height 30 cubits. Og gjör hana svo, lengd arkarinnar sé 300 álnir, breidd hennar 50 álnir og hæð hennar 30 álnir. Cubits is a measure Álnir mælieining that was used back then, sem var notuð í þá daga, which was roughly about 45 to 50 centimeters. sem var 45 til 50 centimetrar. And it was the length from here Lengdin var þá frá olnboga og fram að to the, here. þanga alveg við enda fingrana. And so 300 sinum times 50 times 30. Þannig að 300 sinnum 50 sinnum 30. And then in this English version, in Icelandic, it's a little different. Í þessari ensku útgáfu þetta svona en það öðruvísi á íslenskunni. And I think also in Spanish and in Portuguese is the same as in Icelandic. Og í þetta biblían á spænsku og portugalsku eins og á íslenskunni. It says to put a window, isn't it? In most of your Bibles, maybe it says to put a window. Já, og það stendur í 6. versi, glugga skalt þú gjöra á örkinni. But actually, what it says is make a roof for the ark and finish it to a cubit above and set the door of the ark in its side, make it with lower, second and third decks. Já, þannig að hann segir í ensku biblíunni standi þá að þú að gera þak á örkina og búa það til á henni ofanverðri, alltaf alin á hæð og dyr arkarna skalt þú setja á hlið hennar og búa til 3 loft í henni neðst, í miðju og efst. So it says to make a roof on top of, it says it has to have 3 stories. Það stendur að þurfa að vera 3 hæðir. And then he says make a roof on top of it, a small roof on it. Og svo sagt að ég setja þak ofan á hana. With a cubit between the roof and the 3 stories. Með alin á hæð milli þaksins og að fyrstu hæð. So this little roof that he was asked to build, Þannig að þetta litla þak sem hann var beðinn að byggja, there was 45 to 50 centimeters open between the third floor and the roof. það var kannski svona 50 cm milli fyrstu hæðar og þaksins. That's very interesting. Það mjög áhugavert. So it was more than like a, we will see it more, it was more like a dome made of wood, obviously, than a window. It was not a window as we understand this. Já, þetta sannsagt ekki svona gluggill sem að vísar út á við, heldur meira svona eins og einhvers konar, ég veit ekki. Já, hvelfing, einmitt. Yes. Hvelfing, dóm. Já. Yes, something, it was all across the ark with 45 centimeters distance for light to come in and air.
svo ljós, eða birtan og loft geti komist inn í örkina. Okay, so this is very interesting. I will give you a lot of little details, Ég ætla að gefa ykkur nokkur smátriði, but not for the sake of having details. ekki bara til að vera með ykkur There is a reason. smátriði heldur, það ykkur ástæða fyrir því. Even now, Jafnvel núna, 2026, 2006, this what we are reading took place about 4,400 years ago. þetta sem við erum að lesa núna gerðist fyrir 4000 ára síðan. Okay? I do not believe Ég trúi því ekki that they were completely primitive. að þetta fólk hafi verið bara á mjög lágu plani hvað varðar þróun. Because even in Genesis 4, Ef við skoðum til dæmis 4. kaplan í 1. Mósebók, 22, I think, held 22. vers, it talks about a man that was iron and bronze forger. forger. Yes, Hvað segir svo forger? like a smith. Já, það talað þar mann sem var stál- og bronssmiður. So they had some, probably good, I don't know how good, but they had some tools and some technology. Þeir voru allavega með tækni og þau voru með verkfæri. But even if today Og jafnvel í dag, somebody would ask you, ef einhver myndi spyrja ykkur, 2022, 2026, 2026, to build a boat að byggja bát with these dimensions, með þessum stærðarhlutföllum, do you think you could do it? haldið þið að þið gætu gert það? I'm going to give you the dimensions in meters of the ark. Ég ætla að gefa ykkur upplýsingarnar á stærðarhlutföllum í metrum. It was 137 meters long, 137 metrar á lengd, perhaps a little bit more, a little less, depending on the measure you take of the cubit. kannski aðeins meira, aðeins minna, fyrir eftir hvernig maður mælir álina. It was 23 meters wide, 23 metrar á breidd okay, and 14 meters high in 3 stories. og 14 metrar á hæð og það voru 3 hæðir. Have you seen a Boeing 474? Hafið 747? þið séð Boeing flugvél 747? Have you seen it? Hafið þið séð slíka flugvél? It's a huge airplane. Þetta mjög stór flugvél. And I have been a few times inside one. Ég hef komið stundum nokkur sinnum inn í svona flugvél. These are the big Boeings that are used for transatlantic flights. Þetta eru þessar stóru flugvélar sem að fara yfir Atlantshafið. So if you have come from that side of the pond in America to Europe, you most likely have been in one of these. Þannig að ef þið hafa verið að fljúga frá Ameríku yfir til Evrópu þá hafið mjög líklegast farið inn í svona flugvél. And I've been inside, and when you are inside and you are at the front of the cabin, Og þegar maður kemur inn í svona vél og er alveg fremst and you look to the end of the cabin, og lítur alveg til enda, it's like you can barely see the end of the cabin. að þá getur maður valla séð hvar þetta endar. Well, the ark was twice as big as one of these Boeings, 747. Örkin var tvisvarsinnum lengri heldur en ein svona flugvél. Talking about the World Cup that is going on now, Og ef við tölum heimsmeistarakeppnin í fótbolta sem í gangi núna, have you been at a football stadium? hafið komið inn á fótbolta leikvöll? No? Well, some have been. Sumir, já. Well, it was more than 1.5 football fields long. Það verður eins og 1,5 fótboltaleikvangur. Can you imagine? Getið ímyndað ykkur stærðina. You could fit 450 full-size cargo containers into the ark.
Það væri hægt að setja 450, kvantus? 450. 450 stóra gáma inn í þessa örk. And when it was fully loaded and fully built, Og þegar var búið að fylla örkina og búið að byggja hana alveg, it was more than 50,000 tons. það voru 50.000 tonn. 50,000 tons. 50.000 tonn. And this is this was happening 4,400 years ago. Fyrir 4.400 árum síðan var þetta að gerast. And I have to admit that when we think about it, we think that they had nothing, but I do believe that they had some good tools and technology. Ég alveg viss það að þau hafa verið með góða tækni og góð verkfæri. But even today, En jafnvel í dag, with all the technology, the information, AI and everything we have, með allt þetta, þessa gervigreind og öll þessa þekkingu og vísindi sem við höfum, internet and everything, allt þetta, how do I know all of this? Because we have all the information we need today. You know? og hvernig veit ég allt þetta sem ég að segja ykkur, að því við erum með þá tækni til þess að vita þetta. I think it would be, I'm sure it would be almost impossible for me Það nánast ómögulegt fyrir mig and my children og fyrir börnin mín to build it. To build it. að byggja svona örk. 2026. Jafnvel í ár 2026. It's just an amazing story. Þetta alveg ótrúleg saga. Now, in 1993, there was a study in South Korea, 1993 var gerð könnun í Suður-Kóreu, and this is why I know all of this information that I'm giving you. nei, rannsókn var gerð. And they actually built the ark and made all the simulations different. They use always the same ratio because you remember it was 300 meters long times 50. Munið, það var 300 metrar sinni 50. Which is a ratio of 6 to 1. 300 divided by 5 is 6. 6 á móti 1 í 50. hlutfalli. So the ratio of the ship is 6 to 1. Þannig að hlutfallin voru 6 á móti 1. They built it, they tried different models, Og þeir byggðu þetta og reyndu á alls konar leiðir til að gera það. and they figured out that this ship was built Og þeir uppgötu að þessi bátur var byggður technologically perfect. Fullkomin að tækni. The information that God gave Noah Upplýsingarnir sem að Guð gaf Nóa to build the ark til að byggja þessa örk, is the ratio of the boat þessi hlutföll was perfect to do what it was supposed to do. voru alveg fullkomin fyrir það sem að báturinn átt að gera. Today we use, they still use this ratio, but they use mostly a 7 to 1 or 8 to 1 ratio. Við notum þessi hlutföll en aðalega nota 7 á móti 1 og 8 á móti 1. Because it's more efficient for fuel. Því að það betra vegna eldsneytisins. But if they want capacity of storage and stability, En ef þið vilja fá stöðuleika og burðargetu, the 6 to 1 ratio is the right one. þá 6 á móti 1 bestu hlutföllin. All of this has been studied and proven. Það búið að rannsaka þetta og sanna þetta. Did you know that? Vissuð þið það? It's just amazing. Þetta ótrúlegt. Now, Noah had to find the terrain, the land, to build it. Já, Nóa þurfti að finna svæði þar sem að hann myndi byggja örkina. You cannot build a massive thing like this just on any kind of soil. Þú getur ekki byggt svona örk bara á hvaða jarðvegi sem He had to use specific wood. The Bible says gopher. Hann þurfti að nota sérstakann við, gófervið, eins og Biblían segir. And gopher, so far we are not 100% sure what it means. Og góferviður, við erum ekki ennþá alveg viss hvers konar viður það This word is mentioned only once in the Bible. Þetta orð aðeins nefnt einu sinni í Biblíunni. And there are 3 options. One is more accepted than others. Og það þrír valmöguleikar og einn af þessum valmöguleikum svona vinsalastur.
that gopher is cypress wood, að þetta er kýprisviður which makes sense because it was very strong. sem að er rökrétt því að hann er mjög sterkur. In the times of Alexander the Great, he built all his fleet with cypress. Alexander mikli byggði sinn siglingaflota úr kýprisviði. The second option is that gopher meant lumber. Og annar valmöguleikinn er að gófer mínu Lumber, þýðir like beams of wood cut perfectly in squares. já, þetta sé bara timbur sem að er sniðið alveg í réttum hlutföllum og í réttri stærð. And the third option is that it meant laminated wood. Laminated wood. Yes, wood that is put like and pressed. Oh, okay. Láminas de madera Já. compuestas. Er þetta kannski svona eins og spónaplötur? Límtré. Limtree, yes. Ok, límtré. Það gæti hafa verið líka. And that would also make sense because it's very strong. Þegar þetta er mjög sterkt þannig It becomes stronger, og verður sterkara með but it's tímanum. more susceptible to humidity. En That's the það problem. er svona viðkvæmt fyrir raka. But remember that En munið that God told Noah að Guð sagði Nóa to cover the ark once it was finished, both outside and inside, with tar. að hann átti að bera hana biki að utan og innan á örkina. So there is a very good consensus that the word gopher would refer more than to a technique of building than a piece of wood. Þannig að góferviður gæti bara verið tæknin við að hvernig viðurinn var notaður heldur en bara að þetta sé einhver sérstök tegund af við. It had to be covered with tar in and out. Og átti að vera með biki að utan og innan, It had to have 3 stories átti að vera á 3 hæðum with compartments, it said, og það átti að vera líka hólf inn á hverju hæð and makes sense because of the animals. og það er rökrétt vegna dýranna. We couldn't have the lamb with the lion together. Getum ekki sett lampið með ljóninu It would saman, be það er þá bara étið eaten. And he had to bring food for a year. og það þurfti líka að vera til matur fyrir heilt ár. The ventilation, we saw how this word window, what actually means. Og við sáum hvernig loftræstingin var, þetta And it með has- gluggan. In these studies in South Korea, it has been proved that this kind of roof with 45 centimeters distance for ventilation and light Það er búið að sanna það í Suður Kóreu að þessi svona bygging með þakið og 45 cm would allow because animals are inside peeing and pooping or defecating, og við vitum að dýrin náttúrulega gefa frá sér úrgang and it produces ammoniac. og þá myndast ammoniak And ammoniac in high concentrations would kill the other animals and Noah. og ammoniak í miklu magni getur bara drepið dýr og fólk And they produce also methane. og það kemur líka metangas frá þeim And methane in high concentrations can explode. og þetta getur líka sprungið. But with this technology that was told from God by the Lord to Noah, En þessi ventilation and light was perfect. tækni sem Guð gaf Nóa var fullkomin fyrir þessar aðstæður. And finally, Og loksins, it says that Noah went out hunting and caught all the animals and put them inside. og svo er sagt að Nói færi og næði í dýrin og setti þau inn í örkina. Okay, Dovile is like very disagreeing with me on that. Why is she disagreeing with me on that? Isn't it? He did not go hunting. Akkurat, hann fór ekkert að veiða dýrin til þess að setja þau í örkina. Animals were not caught. What does the Bible say? Það var ekkert verið að veiða þau í gildru.
Hvað segir Biblían? That the Lord brought them by pairs Drottinn leiddi þau, 2 og 2 saman, into the ark. inn í örkina. And this is very, very interesting because Þetta áhugavert. God did not ask Noah, Guð bað ekki Nóa. you know, the ark sounds impossible, Örkin verðist vera ómöguleg, but Noah actually did it. en Nói, hann byggði hana. But going all around the world, En ef maður fer allan heiminn, hunting animals, catching them, reyna að veiða dýrin í gildru, would have been probably impossible. það hefði alveg verið ómögulegt líka. And this is very interesting of the Christian life. Og þetta svo áhugavert varandi þetta kristna líf. And I hope it will make sense what I'm going to tell you. Vonandi þetta rökrétt það sem ég að fara að segja ykkur. God does not ask man, Guð biður ekki mannin to do what they cannot do. að gera eitthvað sem þau get ekki gert. But he, the Lord, En hann, Drottinn, does what he can only do. gerir það sem hann getur aðeins gert. And this is a pattern in the Christian life. Og þetta mynstur í hennu kristna lífi. God asks us to do things that we can do. Guð biður okkur að gera það sem við getum gert. And that, what we cannot do, that only he can do, Og það sem við getum ekki gert og aðeins hann, he does. það gerir hann. Have you experienced that? Hafið þið upplifað þetta? Noah definitely experienced that. Nói upplifaði þetta aldeilis. And it was I'm sure it was an unbelievably tiring and exhausting and difficult job, what he did. Ég alveg viss að þetta hefur verið alveg ótrúlega erfitt og íþyngjandi og þreytandi að byggja þessu örk. But let me tell you what happens a little bit before because we read about the animals in verse 17, I believe. Ég held við lesum dýrin í versi 17. But in verse 11, En ef við förum í 11. versið, before that, áður en það gerist, it says that the earth þá segir að jörðin, broke, the fountains of the deep og það opnaðist jörðin og broke, the water came, það flæddi vatn upp. it literally cracked, it says. Bara eins og hún brotnaði, kom bara sprungur. So even before the door was shut, and as the animals and Noah were coming into the ark, as we read in verse 16, 17, Þannig að áður en að dýrin komu og þau fóru öll og Nói inn í örkina, they could feel the earth, the ark starting to shake. og gátu jafnvel fundið fyrir því að örkin var farin aðeins að hristast. It must have been terrifying. Það maður hlýtur að hafa verið Don't you mjög think so? hræddur. It must have been terrifying. Hlýtur að hafa valdið mikill hræðslu. They had obviously faith. Noah had faith and trust in God. Nói, hann treysti Guði og hafði trú. And he had only one choice. Og það var bara einn valmöguleiki. That wooden structure to save him. Og það var þessi bygging, viðarbygging sem myndi bjarga honum. Now God promised, if we continue to read, we know what happened. Við vitum hvað gerðist ef við höldum áfram að lesa. We are here today. Nú við erum hér öll í dag. God saved Noah and his family. Guð bjargaði Nóa og fjölskyldunni hans. So God offered to them a plan for salvation. Þannig að Guð bauð upp á áform, frelsunaráform. And he followed through. Og hann gerði eins og honum var sagt að gera. Now, what I'm telling you today, Þetta sem ég að segja ykkur í dag, it's a little bit different than this image we have of this cartoon of a wooden ark with a giraffe through the window and this rainbow. þetta aðeins öðruvísi heldur en myndin sem við sjáum, teiknimyndin af gíraffa kíkjandi út glugga á örkinni. This is something almost
for us impossible Þetta næstu ómögulegt fyrir okkur that actually happened. og eitthvað sem að gerðist í alvörunni. And it was hard and it was difficult, Það var erfitt, but God promised and He delivered. en Guð, hann lofaði og hann stóð við lofar sitt. Now, this is an amazing story, Þessi saga ótrúleg. almost unbelievable, Við getum jafnvel ekki trúað því, like the donkey talking. eins og asnin sem talaði. Now, there is another story in the Bible, Það another passage in the Bible, önnur saga í Biblíunni and it's in Revelation 21 and 22. og við förum í Opinberunarbókina 21 og 22, And kapla 21 og kapla 22. go and read it, or I'm sure you have read it, some of you. Capítulo 21, ok? Revelation 21 and 22. Já, Opinberunarbóki 21, vers 22. I'm not asking you to read 2 chapters now. Já, ég ætla ekki að biðja ykkur að lesa þessa 2 kapla. Go and read it today at home. We have a long Sabbath. Við skulum lesa þetta bara þegar við komum heim. Sabbath is finished until midnight. Hvíldardagurinn, hann ekki búinn fyrir á miðnætti. But there it talks about a city Þar talað borg coming down from heaven sem kemur frá himnum with incredible measures, just like the Ark of Noah. Incredible measures. með ótrúleg hlutföll. 2,250 kilometers long, 2200 kilometrar á lengd, 2,250 kilometers high, 2250 kilometra á hæð, 2,250 kilometers wide. 2250.000 kilometra á breidd. I think the space station is at 250 kilometers from the Earth. The space station, there is a space station in space. Já, það einhver geimstöð upp í geimnum. It's at 250 kilometers Hún from Earth. 250.000 kilometra frá jörðu. No, 250 kilometers. Já, 250 kilometra frá jörðu. Well, this city Þessi borg, is 2,250 kilometers high. 2250, ég nefnilega 2,250 kilometers. 250, já, kilometra. Okay? It is a massive structure. It's a massive city. Unbelievable. Risastór borg. Now, it says it has streets of gold. Og stendur að þessi borg sé með stræti gerða gulli. The gates are made of pearls. 12 gates. Það eru 12 hlið á þessari borg og hvert hlið perla. There is a river emanating from the throne of the Lord, of God, Það kemur á sem rennur frá hásæti Guðs, which is like crystal. Sem lítur út eins og kristall. And on each side, Og báðum megin við ána, does anybody remember what's on each side? munið hvað báðum megin við ána? All across the river, the tree of life. Þar tré lífsins. And the leaves of the tree of life heal, Og lauf are for healing. lauf þessa trés eru til lækningar. The walls are all decorated with precious jewels. Og þarna fullt af dýrmætum steinum sem undirstöður. And there is no more need of sun or moon Og það engin þörf fyrir sól og ekki heldur fyrir tungl. because the illumination from God is just amazing. Því að birtan frá Guði svo ótrúleg. And here is the most amazing thing. Og hér það stórkostlega við þetta. I know that for many of us, Marco. all of this, we have heard this. Mörg okkar hefum heyrt þessa sögu. And for me, after more than 50 years believing in this, I believe this. Og eftir að hafa verið í trúnni í þetta mörg ár, ég trúi þessu. But we have to understand that for many people, En við þurfum að skilja það fyrir mörgum this doesn't make sense, Að just þá- like Noah's Ark. að þá þessi borg ekki rökrétt, alveg rétt eins og örkinans Nóa var. No more death,
Þar verður engin dauði, no more sorrow, no more sickness, no more pain in this city. engin sjúkdómar, engin sorg, engin þjáning. Does it sound amazing, this city? Hljómar þetta ekki alveg dásamlegt? It's almost unbelievable. Þetta er alveg ótrúlegt. Og erfitt að trúa því. But we believe it. En við trúum því. So I'm not going to ask you today Ég ætla ekki að biðja ykkur í dag if you believe it, það hvort þið trúið því eða ekki. or even if you would like to be, you want to be there. Eða Because hvort þið vilji vera þar. I'm sure you want to be there. Því ég er alveg viss að þið muni vilja það. I really want to be there, as amazing as it sounds. Og ég myndi svo gjarnan vilja fá að vera þar. Look, history is full of events and people that made the unbelievable happen. Og í gegnum sögu mannkynsins þá er fólk sem að gerir hið ótrúlega að læta það gerast. You see, I was checking like this guy Steve Jobs. Steve Jobs sem er stofnandi Apple. Uh-huh. In 1976 started to build computers with his partners 1976 byrjaði hann að byggja tölvur in a garage. í bílskúr. He had a vision. Hann var með eitthvað skona framtíðarsýn Today, og í dag billions of people milljarðar fólks have these devices eru með þessi tæki. in their pockets. People believed back then that computers were only like, Fólk they hélt were humongous. náttúrulega að tölvurnar voru svo stórar. Nobody would believe that we would all have an extremely powerful computer in our hands. Enginn hefði getað trúið að við værum með svona sterka tölvu bara í lófanum á okkur. But he had a mission. En hann hafði þessa framtíðarsýn. Nobody believed it back then, 1976. Enginn hafði trú á þessu 1976. But today we face a similar challenge En í dag þá höfum við svipaða as áskorun Christians, við sem kristnir. because we are not proclaiming this city that I just described. Þessi borg sem ég var að lýsa, We are not proclaiming a human vision. við erum ekki að koma með einhvers konar mannlega framtíðarsýn. We are proclaiming a divine promise. Við erum að tala guðlegt loforð. Now the question is, are we doing it? En erum við að gera þetta? Það er spurning. For most of the world today, Fyrir flesta í heiminum í dag, probably the promise of a renewed creation þetta loforðum að það eigi sér stað ný sköpun, may sound impossible. það geti hljómað eins og eitthvað ómögulegt. But as we have seen through the Bible and probably in our own lives, I hope, En eins og við höfum séð í Biblíunni og jafnvel okkar eigin lífi, he promises and he delivers what he promises. hann lofar og hann stendur við loforðin. You know, mission and evangelism Trúboð og útbreiðsla are not merely a church activity. er ekki bara fyrir kirkjuna að gera. They are literally acts of faith. Þetta trúargjörningur. Do you believe that? Trúið því. We have a mission as a church, as a people, Við höfum verkefni sem kirkja, but evangelism is not an activity that we do. en útbreiðsla og trúboð er ekki eitthvað sem við gerum. It's just like Noah, Alveg sem með Nóa. it's an act of faith. Maður þarf að stíga fram í trú. We believe that the promise of a new Jerusalem, Við trúum á þetta loforð nýju Jerúsalem, a new creation, nýja sköpun, an amazing city ótrúlega borg, where there is no more death, no more sorrow, no more pain, þar sem engin dauði eða sorg eða sársauki, no more tears. engin tár. We believe it's a reality. Við trúum því að þetta sé raunveruleiki. Amen? Er það ekki?
And we have a mission. Are we sharing this with others? Erum við að deila þessu með öðrum? Við erum með þessa framtíðarsýn. Við erum með þetta verkefni. And this is what I would like to ask you today. Og mér langar að spyrja ykkur í dag, Not if you would like to be there, ekki það hvort þið vilji vera þar, because I'm sure you want to, því ég alveg viss að þið vilji vera þar. but from outside the people that we are here this morning, En fyrir utan allt það fólk sem fyrir utan okkur sem eru hér, do you want others to be there? viljið þið að aðrir verði þar? Do you want others to believe that this city is real? Viljið þið að aðrir trúi því að þessi borg sé raunveruleg? And that Jesus went to prepare a place for, not just for us, Og að Jesús hafi farið burt að búa okkur stað, ekki bara fyrir okkur, but for them. heldur fyrir alla sem eru jafnvel fyrir utan kirkjuna. It might seem difficult and impossible in the world we live today. Það getur við litið út eins og þetta sé ómögulegt í þeim heimi sem við búum í dag, But I repeat, mission and evangelism is not just an activity. en ég endurtek trúboð og útbreiðsla, þetta er ekki eitthvað sem er bara svona eitthvað verkefni, It's an act of faith. heldur er þetta trúar, við tökum sporið áfram í trú. So let's pray Við skulum biðja for God to give us the faith að Guð gefa okkur þessa trú to be able to, with our lives and with our invitation, more people can believe in this amazing city. að með okkar orðum og okkar lífi geti fleiri trúað á að þessi borg sé That raunveruleg. sounds like, wow, incredible. Þetta hljómar ótrúlegt And we all want to be there. og við viljum öll vera þar, But we don't want to be just alone. en við viljum ekki vera einn þar. We want to be with the whole Hafnarfjörður and Reykjavík. Við viljum vera með alla í Hafnarfirði og Reykjavík. Amen. Það ekki? Let's have a prayer. Við skulum biðja. Dear Heavenly Father, thank you very much for your word. Kæri himneski Faðir, við þakkum þér fyrir orð þitt. Thank you for the example you give us in Noah Þakka þér fyrir þetta fordæmi sem við fáum frá Nóa. and many of the Bible heroes that you have raised up. Og þakka þér líka fyrir allar þessar hetjur í Biblíunni sem að þú leiddir áfram. And Father, we all want to be there in that new Jerusalem. Við viljum vera í þessari nýju Jerúsalem. We want to see those streets of gold, Við viljum sjá þessi gullstræti, eat from the tree of life. borða af lífsins tré. We don't want more sickness or pain or sorrow. Við viljum ekki meiri sorg og þjáningu og sjúkdóma. We want to be there with you, Father. Við viljum vera þar með þér, Faðir. Yet we don't want to be there alone, Father. En við viljum ekki vera þar einn. So we pray, Father, that you will give us the faith Við byggjum því að þú gefur okkur trú and the commitment og að við mættum vera að gefast þessu verkefni to bring Iceland to you. að leiða Ísland til þín. I pray and I thank you in the name of your Son, Jesus Christ. Ég bið þig og ég þakka þér í nafni Jesú Krists. Amen. Amen. Takk fyrir þetta. Já, það er gott að hafa svona sögur, fallegar sögur í Biblíunni. Og við skulum syngja að lokum Ein er svo lifandi lindin, númer 216. Og hugsum þetta. Nei, 216. Ok. Nei, það er bara að syngja þetta.
ok. Adrian, ætlar að gefa mér blessunum? Before we have the blessing, Áður en við förum með blessunarorðin, I would like to invite you after Oli will play the postlude, and then we will have probably some announcements. I would like to invite you, especially everybody, to remain seated in the hall. We are going to have a small business meeting, especially baptized members of Hafnarfjörður, and so please do not leave. If you are a member and you want to take part of this, we have a 5-minute business to take care, and then we will go to the Sabbath school. Okay? Já, það sem að hann Adrian er að segja, að nú vinnum við vera með blessunarorðin og svo verður loka spil sem að Óli mun sjáum, og eftir það bið ég ykkur að ekki yfirgefa svæðið, sérstaklega þeir sem að tilheyra þessari kirkju, því við munum vera með smá fund og svo fara í leksíurnar okkar. Amen. We are going to read from Revelation 21, verse 3, 4, and 5.
ætla að lesa úr Opinberunarbókinni 21. kapla 3. til 5. vers. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man, and will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði, sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar til vera. Hvorki harmur né vein né kvöl framar til, hið fyrra farið. And he who has seated on the throne said, Behold, I am making all things new. Also he said, Write this down, for these words are trustworthy and true. Og sá sem hásætinu satt sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta orðin trúu og sönnum. Amen. Amen. May God bless us all. Megi Guð blessa okkur öll.